gesti í þættinum okkar í kvöld, hana Brynhildur Þórðardóttir og Sólveig Þóra Jóhannesdóttir, bara velkomin stelpur. Jæja, þið eru hérna báðar víðsfrægir kvikmyndagagnrýnendur og við ætlum að tala um myndina Schindlers List í dag. Hvað finnst ykkur um það? Leyfum mér að byrja. Hún var hreint út sagt ömurleg. Hún hafði bara lélegan sögurþráð og leikarnir voru bara léleg. Það er það sem ég hef að segja. Já, þetta hef ég bara aldrei heyrt áður um myndina. Af hverju finnst þið það? Sko, Schindler er bara vondur maður og hann breytist aldrei. Eina sem hann vildi var að græða peninga og ekkert annað. Svo voru gyðingarnir náttúrulega bara ódýrt vinnuafl fyrir honum. Og hérna... En ekki, þú veist, getur þú sagt það að Schindler bjargaði 1000 og 100 gyðingum. Hann bjargaði þeim vegna þess að hann vissi að stríðinu var að ljúka. Og hann vildi bjarga sjálfum sér. Hann myndi nú ekki bjarga svona mörgum fyrir sjálfum sér. Hann myndi vilja, ef þetta verið fyrir hann sjálfan, þá myndi hann náttúrulega taka bara alla peningana með sér og flytja bara til nýs lands. Það er mín skoðun. Bitu, bjarga og ekki bjarga. Ég er alveg viss að Schindler hafa bara verið vondur maður og hafa bara að vinna að bjarga sjálfum sér. Það er bara alveg leiðist. Hérna, róum okkur stelpur, þetta er... Þetta nú bara fyrir rassinu á honum sjálfum. Stelpur, slökum á. Hérna, þú veist, ég er alveg viss að Schindler hafi, ég á ekki að segja mína skoðun, en þú veist, Schindler, hann var hérna, fyrir utan hann. Hámark fyrir fólk eins og mig. Við erum velkomin aftur eftir auglýsingarlíja. Við vorum að tala um myndina Schindlers List og hérna er eitthvað annað sem ykkur finnst um myndina, annað en það náttúrulega Schindler sé vondur eða góður maður. Það var líka hvernig myndin var tekin upp, sko. Hún var rosalega vel tekin upp og það að þeir höfðu ákveðið að gera myndina svarthvíta fannst mér endurspegla tímana rosalega vel. Þetta var bara rosalega gott hjá þeim og mér fannst bara myndin rosalega flott. Og líka nokkrum staðum á myndina þá gerðu þau lit, sko. Eins og litlu stelpur með kápur og logar og ættir voru í lit, sko, sem ég fannst endurspegla voru. Bitu, þá fyndi hvað þú talar um það að þetta er góður hlutir á að mynda svarthvíta. Það er náttúrulega bara lélegt, sko. Fyrst hún er, sko, í litum á sumum stöðum, okkur erum við ekki bara litum í allri myndinni, skiljur. Þetta er bara... Ég held bara að þú sést bara ekkert að skilja hugtakið vonin. Þetta voru náttúrulega slæmir tímar og þau voru að reyna að endurspegla hvað þetta var slæmt. Allar myndir eru í dag í litum. Við viljum þá sjá slæmu hlutina. Eins og þeir voru ekki svarthvíta, skiljur. Fólk sá ekki svarthvíta hluti. Tímar okkar eru á þrótt